Já, það hjami.net sem heilsar á þessum þriðju degi strákar og það alveg leikir. Við bara, maður það spenntur fyrir Fílabeinsströndin Noregur og við stoppum ekkert í einhverju óþara hjalikili. Hvað að gerast þarna? Þessi leikur svo sem að mér finnst hvað erfið að spá ég eiginlega bara íþrá tveggjalega sko. Já. Ég veit ekkert hvað að fara að gera. Þetta eru tvö mjög ólík lið. Veistu, 3-6-1 á Fílabeinsströndina. Mér líst bara helviti vel á það sko. Noregur ekkert vanir þessari stöðu. Við erum í ykkur 32 úrslitum á bara stórmóti sko. Þá ég að tala þessi kynslóð. Svo að ég hallast líka smá í jafntefli, vera bara harðir og fara í jafntefli. En þessi menn þekkja nú alveg að spila stóra leiki þó í Noregi þó að sé kannski ekki alveg í norsku treyjunni, þá þetta þau reyndir menn. Klálega. Og þeir eru auðvitað með einn Erling Haaland sem að Fílabeinsstrendingar getur verið í brasi með sko. Já, það sennilega ekki ólíklegt að Haaland myndi láta til sín taka í þessum leik. Þetta bara orkuleikur, það bara þannig, það gaman að fá hana leik og það náttúrulega búið að gagnrýna mikið að Noregur hafi hvílt allt liðið sitt á móti Frakklandi. Já. Þegar Frakkarnir mæta með fullt af byrjunarliðsmönnum og þá hvíla Normennir allt liðið sitt. Það gæti alveg virkað. Þú veist, þetta eru margir leikir og ég meina gæti alveg virkað að vera að hvíla leikmenn. Ég held að það virki. Ég held að Noregur vinni Fílabeinsströndina. Já, þeir eru ósammála. Já, ég veit það ekki. Ég er ósammála, ég er svona hallast meira í jafntefli en segir í Fílabeinsströndina. Fyrir mér svona ef við erum að setja já, það góður stuð á Fílabeinsströndina en ég held að það sé alveg ljóst að bæði liðin skora í þessu leik. Sammála því. Og ég held að Noregur eru bara ekki Þeir eru bara slaggi varnarlega. Já, varnarlega þetta bara þeir eru með eitt besta sóknarlið í keppninu út að þeir eru með Holland. Músa mjög góða leikmaður, Ødegaard mjög góða leikmaður, Söðil og þeir mjög góða leikmaður og Holland, Holland ekki, sko, þetta virkar bara þannig stráka minn, þið þekkið þetta á boltanum, sérstaklega þú Kili, að þetta var svo sem ég háká líka þetta yngur lókunum, í gamla þetta, að hann var í Breiðabliki. Varstu í Blikunum? Já, bróður að skila. Já, varstu í Blikunum í fótboltanum? Já, þess vegna fyrst að lítið spila, það kannski betur verið í háká. Sko, Holland aldrei að fara í gegnum leika á þess að skora fyrst hann hvíldi að það móti frökkunum. Hann alltaf var að skora í þessu leik og þetta bótíndu skóruleikur. En hvernig það fer ómöld að segja. Fáum við herri stöðul á að Holland skori frekar en bæli skora? Við verum aðeins í... Ég er ekkert viss, ég held sem mjög svipað. Já. Hvað þetta? 1-7-8? Já, við fáum hæra á það. Ef við ekki taka það Holland skori? Jú, ég er alveg sammála. Þessi gæðar í Fílabeinsströndinni, þeir sem segjum, þeir eru frábæri framóðið. Jan Diomande, Pepe, Amat, gæði tilbaka ekki alveg sami klassi, sko. Skulum slaka alveg á með Amat þarna Já, en þú veist, þegar þú horfir á hina. Hann vist ekki til sölu á United. Það er annað mál, en mér finnst Fílabeinsströndin hafa verið skemmtilegir, þeir spiluðu mjög skemmtilegan leik á móti Frökkum fyrir mót æfingaleik. Fyrsti leikurinn, ef ég man þetta rétt, var Fílabeinsströndin á móti hverjum, Kili? Fílabeinsströndingar spiluðu fyrsta leik á móti þeir vinna 1-0 í restina. Ekvador, hörkuleik. Já, það var bara fyrir mér skemmtilegasti leikur í leikkeppninnar. Og það var ótrúlega skemmtilegur leikur og þeir eru svo með þjóðurinn líka. Hvernig fór það? Tapa 2-1 sem var bara, þú veist, það er 94 mínútur út af, sko. Já, einmitt. En mér finnst samt eitthvað vant í Fílabeinsströndina. Mér finnst samt eitthvað vant í þú. Og þeir vinna síðan Curaçao 2-0, þannig að þeir eru með fína undankeppni. Þeir fína riðil. Nei, vinna Suður Kóreu 4-0. Nei, Curaçao, þetta er gammalt þannig, ég er rugglast, já, þeir eru ekki með mér riðli. Já, þetta er eitthvað gammalt. Og bara, þú veist, mér finnst þið búin skemmtilega, ég held þeir fara á vegginn þarna. Mér finnst til dæmis bæði Marokko og Senegal vera með betri liðildar í Fílabeinsströndinni. Ég held að Noregur, inn í enda Noregur fara áfram. Þið með ráða bettinu. Og þá hlýtur, ef Noregur fara áfram, þá hlýtur Holland að skora. Ekki nema fara áfram í vítakeppni. Já. Hann skorar í sem leik, ég lof ykkur í, sko. Sleppur í gegn. Já. Setur það. Já. Við erum með það og þá er það næsti leikur Kili Frakkland. Bara auðveldið sem ég gert, þið þurfum ekki að vera lengi að þessu, þurfum ekkert að pæla í þessu, -1,5 eða -2, bara takja það dettur, sko, bara 100%, þeir jarða á, sko. Þeir eru bara sátt í Svíarnir, varnarlega geta ekki neitt. Þú veist, markmaður enga veginn á þessu leveli.
Mínus 1,5 bara flott bet 1,78 þeir sem vilja hærri stöðul 2,30 mínus 2 Já, taka bara mínus 2 Nei, förum bara í mínus 1 þeir gætir unni bara 2-0 Þetta eru 32 úrslit að HM Já, sko. 3-1. Þetta er ekki hvað kallar þetta alltaf nútið á handboltanum Toppu sjópubikar Sjópubikar. Þetta er ekki toppu sjópubikar Þetta er HM Yeah. Málið er bara það að það er ótrúlegt Ég er náttúrulega ekki búin að þreytast á því að tala það hvað þessi ósækjata Svíarnir séu í þessari keppni Þeir eiga náttúrulega ekki að vera þarna byrjuðu með þessar fyrstu 6 leiki sína í undankeppninni, fengu 2 stig og nú er bara komin 30. júní og þeir eru bara ennþá á HM Já. eftir þessi 2 stig sko, þeir eru bara ennþá það er bara ótrúlegt og núna bara verða þeir að fara heim og það gat ekki orðið neitt sanngjarnara í lífinu heldur en þeir myndu fá frakka í kvöld og það er náttúrulega engin séns að frakkar sé að fara dett út fyrir Svíum sko Ég sammála því, þannig að það er bara gott að Svíarnir fara bara heim ef það kemur eitthvað óvænt upp þarna þá byrjum allar sem fái hára detta manni sem eftir Hvað ætla bara Lager, Bielke Viktor Lindelöf og Gabi Guðmunds að gera á móti og Lise Dembele Mbappé Nei, svo veit maður Svo veit maður bara best sko. Svo veit maður bara aldrei hvað miklu frakkarnir sko, þú veist, þeir vita alveg að eftir þennan leik þeir alltaf að vinna titilur í 4 leikir eftir sko. En mínus 1,5 ég held að þetta gæti að leita bara 2-0 Frakland Já, ég er sammála því og þá er það, Kili, þú hefur svolítið verið talsmaður Mexíkó í þessari keppni Hvað er að fara að gerast þarna móti Ekvador? Mexíkó og Ekvador Þetta er bara, þú veist, gerast Þetta er mjög tætt, gæti fara á báða vegu en mér líst best á Önders í þessum leik í Ekvador eru bara það öflugir varnarlega Mike, hvernig finnst þér þessi Önders take hjá og það verður mjög hátt spennustífi á Mexíkó á heimavelli svo ég hallast á Önders Sörenstæl eins og ég kalla það, hvað er gólínan? Fyrir maður sneðar Prósaður fara bara fyrir ofan bara í mörk er það vinstra megin, já fjöldi marka þarna eru góðir 41 og undir 2 Já, þetta er þetta, þeir viti þetta sko Búkís er ekkert að byrja í þessu í dag en sko yfir 2 Það er náttúrulega ríföndið er líklegt en mér finnst líka bara mjög líklegt þessu leikur fyrir 1-0 Já Þorið í undir 2 Ég færi bara Nei, ég vil eiginlega frekar Þið fáið mig ekki þáttinn en það svo í klukkutíma og fara að plata mig í undir 2 og svona nei, það málið er bara það að ég held er þessi leikur Hann er í Mexíkó Er hann að steka eða? Ég veit að 16 úrslitinu verða þar liðið sem að vinnur þarna fær trúlega England Já Má ég sjá Það er að steka sko í 16 liða Já Hann er í Mexico City Stadium Já. Ég held að Mexíkó vinni Ekvador Ekvador, þeir vinna náttúrulega þjóðverðina á ótrúlegan hátt og koma sér áfram þeir eru bara að gera þetta 0-0 jafntefli við Curacao og tapa þessum frábæra leika mútið fílapresturendinni það sem ég fannst þeir gefa mikið eftir í seinna áleik ég horfði á hana leika mútið þjóðverðin þeir eru ljón hefnar að vinna hana leik þeir voru ekkert að fá neitt að færum í þessum leik sko, eða sammála kæða, það er ekki mörg í þeim ég er bara Mexíkó þeir sjá fram á leiki 16 úrslitum á móti Englandi á Azteca-vellinum eru á heimavelli, búin að vinna alla 3 leikinu sinni í keppninni, það er ekki tekið upp á göttunni við Ekvador rétt slefar áfram á 4 stigum á síðustu sekúndunni Mexíkó vinnur hana leik En undir 2 er það eitthvað? Hætti þessu undir ég nenni ekki að horfa á hana leik Ég er alveg sammála þessi leik geti farið 1-0 sko. En við förum bara í jafntefli ekki með Mexíkó Já Já Drón og bet 1.50 Þetta er þetta fyrir hann 1.50 Já, ég peppa það 1.50 sel er bara flott Hvað er þetta það mikið? Getur alveg verið í seglum í 1.4 stuðli sko, bara til að bústu Við erum ekki kringu 5 bara eins og síðast Já, mér líst Fílabærstöndun voru farað eins upp Hvað voru með þar? Hollandi, já, þeir með Hollandin Þetta er Holland skorar, Frakkland mínus 1,5 og Mexíkó jafntefli ekki með Já, ég held að það Frakkland og Mexíkó er alveg svo menn þurfa bara að skoða vilja að setja á bóttímt og skor í Fílabærstöndun Norður eða Holland og skor Holland og skor er aðeins betri stöðl eins og fórum yfir á en ég held hitt er alveg 100% þetta Já. Músa, Sörlu þessi gæjar
þeir hafa ekkert verið að Haaland hefur verið að gera mörki fyrir Já, þá þeir hafa alltaf bara að spila 2 leiki sig að sko. leita mikið á honum en þeir gætu allt í einu skora mörkin í þessu leik sko. Skilurðu en auðvitað hann líklegur að segja þetta 1 en það líka að fara í bótið skor en klárum þetta svona 4-7-5 það er bara nákvæmlega þannig við sjáumst í næsta þætti